Ég fór út sirka 3,5 mánuði eftir að jarðskjálftinn reið yfir í byrjun maí og var í 5 vikur tæpar. Fyrst þegar maður kemur út þá fær maður svona kúltúrsjokki bara strax á flugvellinu. Það er svona allt í kaos, engin öryggisgæsla, töskunum hent inn í gegnum litla lúgu og allir hlaupa á sama staði. Nú það næsta sem tekur við er að reyna að finna bílstjóra sem maður getur keyrt í basecamp eða búðirnar, þar sem við erum að fá svona öryggisfyrirlestur. Og á leiðinni þangað þá horfum við upp á fólk búandi á umferðareyju, tjöld eftir tjald eftir tjald, þar sem að bílarnir aka í hvora sína áttina í 80-90 km hraða, engin götulýsing, vegakerfið ólýsanlegt og börnin leikandi sér þarna á götunni meðfram umferðareyjunni. Þetta fékk maður kökkinn í hálsinn og tárin í augun. Og það er alveg ótrúlegt að sjá hvernig aðstæður fólk býr þarna. Ég fór þarna út til þess að starfa á vegum þýska og finnska Rauða krossins sem bráðalæknir á svona field hospital eða tjaldsjúkrahúsi sem er staðsett í Carrefour. Það er í raun og veru í hluti af Port-au-Prince og sambyggt því. Og þetta var stórt sjúkrahús, frekar nýtískulegt á hætíska mælikvarða, en allt byggt í tjöldum á íþróttaleikvangi sem mátti svona kannski muna sinn fífilfæri. Og mitt hlutverk var að stjórna þetta bráðamóttöku á þessum stað. Þannig að það sem við vorum að sjá voru hluti sem að maður myndi aldrei sjá nokkuð tímann á Íslandi. Mikið af sýkingum, langt leiddum fylgikvillum af venjulegum sjúkdómum sem við þekkjum býsna vel hérna á Íslandi, svo hár blóðþrýstingur, sykursýki og fleira. Krabbamein sem að löngu væri búið að ná böndum yfir hér á Íslandi, en enginn hefur séð þetta fólk. Fyrir utan þá náttúrulega sýkingarnar og farsóttirnar sem náttúrulega blossa upp á svona stað þegar fólk býr við þessar aðstæður. Fólk er mikið veikt og á bráðamóttökunni sem ég starfaði á leituðu í kringum 420 manns á sólarhring. Það fæddust það bil 300 börn á spítalanum á mánuði. 30, jafnvel 40% af þessum fæðingum voru svona flóknar fæðingar, þar sem voru fylgikvillar bæði hjá móður og börnum, mikið af börnum sem fæðast fyrir tímann. Þau þurfa miklu stuðningi að halda og mæður sem að deyja þarna eftir barnsburð ennþá dag í dag sem að við nánast sjáum ekki hér. Endurlífganir af börnum eru nánast daglegt brauð. Ungt fólk miklu yngri en ég, sem að kemur hérna inn í hjartastoppi eða öndunarbilun og deyr vegna þess að við höfum ekki tækin til að þjóna því. Þannig að þetta var, fyrir mig var þetta náttúrulega gríðarleg reynsla, eitthvað sem að ég sjálfsagt myndi aldrei sjá eða aldrei nokkuð tímann upplifa á neinu háskólasjúkrahúsi nokkuð staðar í heiminum. Þegar maður kemur hérna út þá setur maður einfaldlega hausinn niður og maður reynir að vinna og vinnur eins og maður getur og reynir að hjálpa því fólki sem maður sér, en úti fyrir þá sér maður náttúrulega að þetta er bara dropi í hafið og maður getur gert eitthvað fyrir það fólk sem er fyrir framan hverju sinni, en eftir standa það fullt af fólki sem nákvæmlega sömu aðstöðu út í samfélaginu sem við getum ekki náð til. Og það er eitthvað sem að ég get svona kannski verið stoltur af er þessi þjálfun og svona stuðningur sem að maður gat gefið lokal eða innfædda starfsliðinu þarna eins og læknunum sem eru fæddir og uppaldir á Haítí og vinna þarna í okkar þágu og vinna fyrir Rauða krossinn, að geta haldið kursa og kennsluprógram fyrir þetta fólk sem að það getur þá haldið áfram að starfa eftir í framtíðinni.
Það kannski það sem mér finnst að ég get kannski skilið eftir. Ég held satt að segja að ég sé ekki ennþá búin að vinna alveg úr þessu. Maður kemur svolítið breyttur heim. Setur hlutina svolítið í samhengi. Þarna fólk sem býr við aðstæði sem við getum aldrei ímyndað okkur. En það brosir og það glatt. Það vaknar á morgnana, það fer að sofa á kvöldin, það gerir alveg sömu hlutin eins og við og það borðar og þrífur sig. Alltaf klætt eins og þau byggja ekki á götunni. Ótrúlega hreint og fallegt fólk. Og þegar maður kemur svo heim og átt að sjá því hvaða vandamál við erum að díla við, svo að segja, hérna í okkar samfélagi, þá hljómar hann svona hálf hjákátlegt miðað við þetta. Stundum finnst maður ekki alveg að skilja það kvarta svona mikið.